koma mér aðeins inn á mynd. Þetta náttúrulega bara alveg galið webcam sko. Já. Herðu. Svona, þetta flott. Já, byrju. Já, er þetta Anti-Mage Persona? Ekki ná anlega, já, mitt. Það góð spurning. Hvað? Já. Æ, nenni ekki spæs. Nei. En við þurfum vel að setja þetta nær, sko. Já. Bara með, þannig. Svona? Já. Já, þetta flott. Það blessaði apparat hérna að stilla þetta af. Það eina sem sko, það er svo heitt hérna inni að þegar ég sitt nær þér þá... Þú ert eitthvað í jakka, sko, veist það. Já, það er rétt. Þetta ég hátíði það kekkin. Af hverju er mér svona heitt? Æja, það er hæp, það er leikur 3. Hvað er að fara að sjá þessu leik? Clockwork? Ég gæti trúa því og út af því að ég held að Hexor liðið muni aðeins reyna svona stíga út fyrir kassan með hvað þeir eru búin að vera að gera. Ég nú, sko, endakallinn, hann spilaði mid áður, hann spilaði safe núna. Gekk ekki nógu vel. Ég með grunar að þeir hendur aftur á miðuna og ég held að hann fari á Ember Spirit. Já. Mikill Ember spammer, sko. Ok. Og, en Lich, já, það er Clockwork, ladies and gentlemen, það er Moisa. Vel gert. Báðir alveg fyrir þessu. Það er bara... Já, þú veist, þegar hlutir virka ekki og það eru bara í komfort, en Phoenix var komfortbyggið, þannig að þetta, hún sárnaði smá held ég. Já, ég held Núna held ég að hann ætla bara að sýna okkur hvað hann getur með klökunni. Þessi er líka bara feill á þeim að hafa ekki bannað Clockwork. Ég held að þið alltaf líka... Var Clockwork bannaður í síðasta leik eða fyrsta leikur? Hann var allavega bannaður í fyrsta leik. Það var alveg svona pínu meme bann, bara svona Moisa fær ekki að spila Clockwork. Engin Monkey King, engin Mars, engin Lína. Ég held að þeir allir núna púlutólti eins og gerði í fyrsta leiknum sem var bara þeir spila sínar hitjur og synergisa þannig saman í staðan fyrir að sé endilega eitthvað wombo-kombo sem er að fara í gang. Já. Veist, þegar ég mæti hérna niður á Ground Zero með mínu vinahópa og við spilum og þá fer þetta inn í eitthvað svona rugl og kjaftaði, menn fara bara inn í eitthvað svona þrefald meta og first picka PL og eitthvað svona dæmi. En svo kannski gengur gameplanið alltaf fucked, skilur. Já, það er einhvern veginn bara svona, það vantar alltaf eitthvað svona smá. En maður endar á því að öll picki fari í að counterpicka og þá er maður bara komið með eitthvað svona enda maður kannski heiti sem maður spilar ekki oft. Einmitt, og þetta virkar alveg vel á móti hverju öðru en bara ef þú veist nákvæmlega hvað þú átt að gera þegar að hinn heitsa snýr sér bara eða... Nei, einmitt. Þetta er svona, já, og það gerist rosa mikið í fyrsta leik þá með hana Quop Brew kombóinu sem á að virka gett vel in theory en bara náði ekki alveg að komast af stað. Ég er rosa spenntur fyrir að sjá Danna að spila Necro. Ég held að Necroforce gæti komið alltaf inn núna. Daniel? Já. Gæti verið gott í næpick, þeir eru með 2 strength edge'ir hana, Snapfire, Clockwork. Engin PL, engin Klinks. Það er ekkert sínst leðilega heldur að spila með Klinks. Ég veit það. Það líka bara... Það er samt alveg gaman að spila hana, en þetta er samt svona pínu svona cheese hitja. Já, ég meina, allir Klinks sem ég spila með, þeir enda bara að deyja eitthvað svona út af því að þeir hegða þessu eins og Shake Detection einstæðar og... Ég er pínu, en mér er gaman að horfa á eins og Crit spila. Hann spila mean Klinks. Nefnilega. Það er okkur svona ef maður ætlar að fara að horfa á pubs eitthvað sko. Nefnilega. Og ég veit að ég... Quop? Ok. Það er það ógeðslega sterk hetja. Mér fannst það ekki mikið það voru engin hero nerfs í síðasta batch, það voru bara item nerfs. Já. Og þau hefðu nú ekki mikil áhrif á Queen of Pain eða eitthvað. Nei. Þetta er eins og með Úrsuna, Úrsa var náttúrulega sjúklega sterk fyrir og þetta var náttúrulega Zoom meta eins og við kölluðum það. Sem ég er mjög gladur að þessu svona... Já, en þetta var samt ekki nerf á þessar hetjur sem er að kaupa Necro skilur eins og
Beastmaster-like og þannig. Það er ekki þannig. En þetta var komið út í allt, bara svona, þú veist, Já, Enigma, Spectre og þannig. En Spectre, Memehammer. Memehammer? Já. Ertu búinn að sjá það eitthvað? Nei. Sá eitthvað YouTube-myndband daginn. Eitthvað, why is this pro buying a Meteorhammer and Spectre? Og svo mætti ég Spectre í einhverju leik sem var með Meteorhammer og hann náði mér svona 6 sinnum. Shit. Bara dagger og Meteorhammer. Og það var svo hægur að ég gæti ekki gert neitt. Herru, það er flengjarinn vandarlega á Nades Prophet. Já, 100%. Það er engin vafi það. Erum við að tala að þetta sé bara Nick Bergs, eða er hann flengjar? Er hann þekktur í senunni sem flengjarinn? Já. Ok. Já, eða flying eða flengjarinn. Já. En það eru fáir sem getur pullað flengjarinn eins og Bergur. Út af því að þetta svo lasið nafn. Já, ég veit það, þetta mjög lasið. En hann líka bara, hann svo fullkomlega kaldhæðinn með það. Það bara svona, hann bara, og ég veit það bara sjálf, hann minnst þessi típa. Þetta bara eitthvað svona, þetta bara eitthvað grín sem byrjaði í Austurbæjarskóla og síðan bara hann þróaðist út í að hann í flengjarinn og einmitt. Ég alltaf svona lendið í því að fólk eitthvað svona, hver flengjarinn? Og ég eitthvað svona, já, ef þú vissir hver hann þá veistu hvernig það er svona þegar maður hitt einhverju gamla, CS-leikmenn eða eitthvað, hei, hvað var Nickið þitt? Eitthvað, Coconuts. Coconuts. Herðu, það er Danni, held ég. Er Daniel að fara úr support-ról yfir í core-ról? Gæti alveg trúið það, sko. Endakallinn kannski að fara í hann getur verið að fara í, Snapfire. Hann sagði mér áðan að þetta var all-rounder leikur. Moisa og Darkseer. Nei, fyrir ekki. Hann er í hinni liðinu. What? Er það Nades Prophet? Mid-Lich? Nei, já. Nei, það hlýtur að koma inn eitthvað pick. Nei, það sem, myndi ekki. Já, jú, þetta er Nades Prophet. Já, það er mjög sterk hætti líka í sérstaklega þessum þetta. En já, endakallinn spilar held ég ekki Queen of Pain og þú veist, hann spilar ekki Clockwork. Hann var að taka fyrsta leiki sinni ever með Snapfire í þessum uppbytunarleik á hann. En Troll? Hann gæti spila Troll, það gæti líka verið last pick núna. Þetta sé sérst. Boss 5 Snapfire, Boss 4 Queen of Pain, Offlane Clockwork, Troll House. Ég veit að Svo geta menn alveg að spila Troll mid, sko. Já, ég sé samt ekki hvernig það myndi hjálpa, þú veist, að Troll Warlord væri í miðjunni út í að XP-ið gerir ekki jafn mikið fyrir hann og Quap. Kannski vilja þeir spila þetta bara eins og Brummi spilaði Persona eða eitthvað, ég veit ekki. Kannski. En þeir geta náttúrulega alltaf hrókarað. Algjörlega. En ég held að sé bara midpick safe lane pick hérna hjá Radiant og midpick hjá Dire. Þetta er áhugavert. Ég fíla líka að þetta er algjörlega núna komið frá því sem var áðan. Ég fíla að þeir eru ekkert að fara að halda við eitthvað eitt og bara vinna. Alltaf saman stratt, aftur. Já. Line-upið á Radiant lítur út eins og það munir hrynja leið og kórarnir frá BKB, segir Braga. Hvað segir það? Ég er samanlega, sko. Þetta er voðalega þunnt line-up. En svo kemur Spectre. Það er Spectre. Menn er ekkert að brjóta einhverja reglur hana í Fairy Bros fan club. Nei. Ég verð að segja, ég er Þeir eru komnir í einhver svona eitthvað grúf held ég þarna. Já. Þeir ætla að lesta sig í gegn, að rústa, að bara taka allir turnana og bara reyna að klára snemma. Já, og þá væri Spectre vonandi orðinn það feitur, skilur, að hann getur bara tekið keflinu og tryggt þetta late game. Algjörlega. En hvað taka þær þá á miðjuna? Ég held að Jenda kalli mitt. Ég var að fara að segja þetta, hann er Pugna player. Ok, það er að 100% mitt. Er það ekki? Jú. Já, Raggi á Quap, ok. Þannig á, ok, og þá Ingmundur á... Nei, blessaður. Hvað segir ég? Kominn meistari hérna. Ég held þú myndir ekki mæta. Ég var að klára enska boltan. Ok. Gekkja, þú kemur í næsta leik. Ég er tjúvillig ánægður að sjá hvað er. Okkar maður endakallinn komin að Pugna á mitt á móti Nades Prophet. Þetta verður einhver þvæl. Þeir sitja þarna inni
og við erum að varpa þessu líka hinn með vegginn. Búglan að fara í klóstið. Ertu þunnur? Það eitthvað rið í honum. Hvernig líður þér núna? Svenninum á það. Líður betur? Fá sér kaffi? Það þykist þér eitthvað. Hann var að tapa síðasta leik sko. ég sá það. En hann tók góða línu í leik 1. Já, hann var ágætt þar. Já. Var ekki 10-0-10? Varstu með þetta í gangi það? Já. Já, hann fylgist með Það er mikið hæp í Moisa. Menn eru Let's go. allir að fara að pissa og drekka og eitthvað. Ég er hæp sko. Ég ætla að köpa mér Monster allir sko. Já. Herjó, Vigfús, blessaður. Þú heitir Palli, blessaður. Gamla kynntir. Jæja, það eru allir að gera sig til. Við erum að stefna í 3. leik. Nú fer að svona slá úr því hverjir munur hreppa bikarinn. Þetta er rosalegt. Við erum með dálítið spennandi liðina og Brummi á Nature's Prophet. Ég var nokkuð sem að Flying myndi taka Nature's Prophet en það er dálítið svona signature hit hjá honum. Maður myndi segja kannski að hann er bara svona symboliseri Berg en a.k.a. flengjaran en svo er ekki staðan. Þetta virðist vera bara ansi gott off-lane hérna með Darkseer og ég gæti sagt Jakiro og Lich og Spec en kannski Jakiro Spec frekar, Jakiro Spec frekar og svo erum við með liðið hérna fyrir neðan Troll náttúrulega á safe lane Pugna mid, Quap off-lane með Clock og síðan Snapfire með Troll. Mér finnst það eina sem ætti að make sense nema að Quap swissi við Snapfire. Það er mikil stemning hérna. Tri-lane, DS Cutter Waves. Já, ég meina að það getur vel verið. Tri-lane? Fúsi, Já. hvað er klukkan? Klukkan er... Það er Moislu klukkan! Moisla time. Já. Það er verið að spá fyrir tri-lane. En það? Það er... Darkseer. Já, gegn Troll. Það meikar samt alveg sens að Lich og Jakiro eru bara frábærir supportar sem þurfa svo lítið til þess að gera svo mikið. Það slow sem þeir munu gera og líka með Spec er bara þeir eiga ekki eftir að geta... Veit þið Spectre, Lich og Jakiro? Já. Darkseer solo? Það gæti verið rosa sterkt. Já. Þess að komandi Troll bara ekki leifa honum að komast neitt. Það er bara... Nei, Troll... Yes. Það er smá steiktur í hausnum. Og þegar menn að fara að vökva sig og fara að borða það menn eru bara í einhverju svona ástandi hérna sko. Bara on fumes. Running on fumes. Running on fumes. Running á gasi. Sulla hérna sko. Nei, það er satt. Það er satt. Nei, Darkseer er heldur ekki að fara að gera neitt á móti Troll á launni. Nei, við sjáum til. Ég fylgist með þessu. Ég gera það. Ekki? Já. Herri, við glemdum að hérna, er of seint núna að breyta? Nei, gerum það. Það er fullkominn tímasetning. Hvar er þetta? Hérna... Svona, ekki? Þægilega. Mér líður strax betur. Jæja. Hvernig er staðan? Erum við að... Sælvaffi. Herri, nú þurfum við að fara að dreifa þessu streami. Markmið er að ná 35 viewers. Það vantar 15 upp á. Við náðum 28 áðan í leiknum. Geggjað. Þannig að ég vil að þið náið í síman hjá makanum, síman hjá mömmu, síman hjá pappa. Opna streamið, ég blúða þessu ekki að horfa. Algjörlega. Og og bara keyra þessu tölur upp. Við þurfum að fara að byggja þetta samfélagið upp og en markmið er ekki bara að keppa núna í dag sko. Það er líka bara þessi leikmenn kynnist og myndi tengsl og það þarf svolítið að vefja þetta
Dota samfélag saman á Íslandi að mínum mati. Algjörlega. Fyrir mitt leyti þá er ég búinn að vera hræddur að taka þátt í þessum in-house leaks út af ég er svo hræddur að einhver öskra á mig og eitthvað þannig sko. En það er ekki búið að neitt svolítið síðan það. Nei, þetta er búið að vera Góð stemmari. Ótrúlega góð stemmari og sérstaklega með við hvað Dota er oft toxic leikur. Þetta er búið að vera svo gaman, það er allir svo slakir. Ég vel þótt að það er búið að vera tension og náttúrulega þegar eitt liðið tapar þá er það aldrei samt. Það fer aldrei í neinn leiðindi og ég held að það sé líka alltaf máli er að sérstaklega með bara okkur Íslendinga að þegar við byrjum að þekkja hvort annað þá já, það bara auðveldur þetta alltaf svona það að búa til samfélag og geta haldið þessi mót alveg. Við erum að búa til þessa reynslu þessa sameiginlegu reynslu sem við tölum í tómstundafræðinni í háskólanum sko. Það er rétt. Það er hérna til þess að keyra í gang þessi hópaþróun hérna. Við veitum líka að það þarf ekkert mikið. Þetta er, áhuginn er löngu til staðar. Við erum bara svona rétt að ýta með. Já, einmitt. Bara svona gefa þessu. Aðeins að steðja bakið á fólkinu. Nákvæmlega. Glæsilegt, herru. Leikur nummer 3 í staðreynd. Má ég að byrja þér? Dota er með vinalista community. Það er rétt, Lord Henry. Shout out Lord Henry. Nei, á enga fyrir. Þú átt okkur. Ekki hlæja. Við bara... Mættur er niður eftir. Algjörlega, kottu. Lord Henry, mættur er niður eftir. Okkur langar að kynast þér. Ég er að fara að taka leiku eftir þetta sko. Já, sama hér sko. Ég geta ekki bara að setja hérna allan tíman og horta á eins mikið samt og þetta er algjör snilld og ég bjóst við að ég væri... Er Dota ekki bara svona perfect svona LAN-café dæmið? Út af því að ég reyndar sko, það kemur alveg fyrir að ég komi hingað með mínu vinahóp og við þurfum að gera eitthvað starf sko og þá kemur með minna eigin mús. Þar dreg ég línuna. Já. Að leyna með einhverja nýja mús, það er sko suicide. Að fara inn í leik og vera eitthvað, fuck, ég glemt að kýpa inn það og þá bara eitthvað svona er músinn með allt öðru stakka en vanur, herðu, það er verið að testa. Það er bara dualinn hérna. Já. Jakiro Darkseer á móti Queen of Pain 5. Nú, ok. Hvernig líst þér á það? Herðu, ég er spenntur en ekkert samt of jákvæður á því með hvernig það gekk síðast. En á saman tíma þetta er Raggi. Raggi er góður eða Ranger. Hann spilaði fjarka síðast, Queen of Pain, eða ekki? Nei, var það Biggs kannski? Það var Biggs. Hann var Jakiro á móti koppinum í fyrsta leik. Hvernig fór þessi runes? Sonny Boy, Moisla, Tvær og já. Það er ekki 3 á móti? Ég bara get ekki hugsað, ég ætla að vera hreinskilinn. Já, þetta er bara flott. Þetta er smáatriði sem manni finnst vera merkilegri í leiknum en eru í raun og veru. En skiptir samt miklu máli en bara ekki, kannski eftir áhyggju. Nature's Prophet á móti Högnu og strax svolítið svona þeir eru að taka smá á hann Brumma. Já, við förum ekkert strax, Elli minn. Mættu bara svæðið. Þetta er bara leikur 3. Jæja, það er hella að leina móti þessi djöfisins Nature's Prophet þegar menn er með eitthvað svona hann denier bara öllu sko. En þetta er samt frábært midlane á móti Nature's Prophet að geta bara neðurblastað Einmitt, þú getur bara striktir. Næri ekki þessu. Hann var einmitt að tala um að hann ætlaði að fara að keyra þetta all-chat hérna í gang sko. Já, alveg. Þetta er level 25 klokkverk. Þetta er ekkert smáverki. Þetta verður rosalega leikur held ég. Þetta verður svona, núna bæði liðin búin að taka svona valtleiki, svona snowball-leiki og núna verður þetta bara held ég rosalega jafnt hjá þeim. Núna vita þeir báðir einstaklingarna hvers megnist þeir eru og það mun sína sig bara núna, þeir eru ekki bara að vera jafn. Það verður ekki mikið í gangi hérna topp, Darkseer gerir bara Darkseer things. Ég ætla að reyna bara að einblína svolítið hérna á midlane og botlaneið. Dubious með nokkuð mikið free farm. Moisla fer í moment speed windlays og ég er bara að fara í hérna, ætla bara að ná þessu XP sko. Já. En Clockwork er ekkert eitthvað
besti farminn í þessu leik, sko. Hann er örugglega bara að reyna að sjá þessu opnun. Brummi er dálítið low. Já, en hann er með 60 nice. Hann púknar samtidig 4 á undan Brumma. En það frábæra við náttúrulega Nýris Profit er að þú getur Það eru tæpirinn á topp. Ingimundur en Sonny Boy reddar honum. Brummi GPR út. Nei, byrju, hver áttu Daxir? Það er Já. Það er Flying, F-lengarinn. Flying? F-lengarinn. Flying Flengarinn. Hoppa. Þess vegna heitir hann þess að F-lengarinn. Flying Flengarinn. Brummi búinn að fara einu sinni tilbaka. Nei, ég trúi ekki að minnst af þessu. Heyrðu, Moisla og Klokkurinn. Það er tipp. Þetta er fyrsta tippið. Já. Úff. Fyrsta tippið. Ég held að Biggi sé ekki sáttur með þetta Biggs. Þetta er líka að sjá hvað hann er búinn að vera svona low, bara Þetta er líka bara málið, þú vilt bara fá levels á klokkverk og eitt lítið move getur bara kostaði lífið, skiljið. Og hann er hérna með 1-1-1. Nú að spurning hvað Max er vantarlega batterísólt. Roll Warlord með 21 last hit, 40 nice. Og ekki mikið action á midlane en þeir eru svona svipaðir. Nema Nýris Profit með, eins og þú segir, 12 nice. Þetta er ekkert staði sem hann nennir að ríða, sko. Nei, vegna hversu mikið XP mínur eru á milli þeirra. Það er alveg smá, sko. En ég meina, hann er að fá þetta núna með þessu veifu hér. Double damage að búkna. Já, verið að taka búlið. Trackle boots, ég fíla það. Ég held að sitja þetta að... Má ég slá í kröppum dansi hér. Erðu, go, En hann ætti að deyja hér. Já. Já. Og Daniel. kannski Daniel. Daniel deyr líka. Nei, hann sleppur. Hann kemur sér út úr þessu. Nei, hann er með dagger, en... Nei, vel Double kill hjá Spectre, Dubious, poppar health potion. Ægir. Feels good. Feels good. Feels good fyrir Spectre. Spectre segir. Aftur double damage og endurkallinum hérna. Hann er að standa sig vel. Já. Þetta midlane er ekki Þetta er okkar besti maður í viðnófnum. Og það er ekki gaman að spila mótunum þegar hann er búbna. Ég ætla bara að segja það strax. Já. Það er það sem ég svo geggjað við þennan leik líka. Það eru allir svo vannir á hitjunum sínum. Ingmundur að ná honum Darkseer. Really? Really. Úps. Ég er í fullinni að missa öllu killinu hérna. Það er bara... Þetta er bara svo skemmtilegur leikur. Maður þekkir þessa gæði svo vel og maður veit hvernig svona... einhverju liti hvernig þeir eru hugsað og... Ég er allir fyrir drama í... Við erum að fylgjast með hérna, sko. Já. Það er að droppa low, bara let's go. Herru, Anna, flying... Úff, rétt svo. Já, þannig kemur hann. Er að finna hann. Er hann nóg fljótur? Já, ó, hann nær honum. Hann er... Hvað er það í gangi? Og... Life Drain. Já, hann nær honum. Það er eins og ég haldi með endurkallinum en bara... Ég vildi bara sjá þetta. Ég sjá þetta action hérna. Já, og þannig, hann er með Life Drain aftur. Vill hann fara aftur í hann? Hann getur drepið hann inn til turni, sko. Já. En hann optar að gera það ekki, eða hvað? Jú, herru, þannig, Tinkerify, Netherblast og Life Drain, já, byrju, og þannig kemur það nákvæmlega nær honum auðvitað. Læslega gert í endurkallinum. Þetta er fegnan. Ég er biased. Já, ég veit það ekki. Herru, þarna, Ingimundur. Reyna að ná Darkseer. Ekki með ulti. Nei, minna Darkseer er að reyna að ná Ingmundi. Hann er tæmur og þeir ná honum 2 kills. Hér er ykkur leikur. Tilbaka, komin tilbaka. Þarna sko núna byrjar bara svona Það er komin hit í menn en Já. með Dubious vera soldig. Já, þetta er slæm staðar. Hann er með dagger. Einmitt. Úff, heyri í Danna líka. Hann er með Cox sko, hann er með Cox en hann spara dagger. Hann er Já, vel gert. Rosalega, bara rosalegu klokkverk sem hann Moisla sko. Saman með Danna sem Snapfire sko, það er Hann labbar á linnið, okkur týpar hann ekki. Það er góð spurning. Það er búið að taka tier 1 hérna. Já, það er bara ekki þess virði. Hann veit að Darkseer er að pusha inn og til þess að týpja inn í eitthvað sem verður sem er komið til þín. Já, þetta er búið að detta hérna eitthvað niður sig. Þetta er nú meira heldskullið mér. Það er aðeins til vinstri, like a angle. Er þetta ekki verið? Mama main, yes.
Nei, sjáum til. Sorry, nú er ég að missa leiknum minna. Lord Henry á leiðinni, geggjað. Ég sé ekki almennilega hvort að þetta placement sé allt í lagi, sko. Ég er bara... Æ, við liðum þetta eftir mér. Herðu, það er 20-20 nice og Nate Profit. Flying að spila þetta. Ansi tæft, sko. Hann veit nákvæmlega hvað allir hinir Hann þekkir sín þolmörk. Brummi með Sticky Blæstone og endakallinn mættur í hann. Hann TP-ar bara út, hann veit það. Hann getur ekkert gert. Hann veit það líka, hann bara... Er Pugna eitthvað að fara í einhver item sem stoppa þessi TPs? Ég meina... Júlsinn... Er menn að fara að gera það samt? Jú, maður gerir það kannski fyrir Orchid stoppa náttúrulega ekki TPs. Nei, ég meina... Máisla er komin target, hendi sér á Biggs. Biggs getur ekkert gert. Brummi nær ekkert að hjálpa. Hann er með... Stun, vel gert. Nate Profit dáinn. Hann er með hook líka, sko. Hann reynir að losa sig við ultið sitt. Ná þessu farmi. Þetta byrjar 28 viewers. Þetta er glæsilegt. Við erum að henda nokkru viðbót. Nei, sko, ég er svo peppar. Ná Jakiro í leiðinni. Þetta er náttúrulega rosalegt line-up. Snap og Clockfire. Nei. Clockfire. Sorry. Snapfire, Clockfire. Og það er 1 killi viðbót. Algjörlega. Samt Clockfire er geggjan á. Já, það er geggjan á, sko. Já, Clockfire. Ok. Hvað eru þau? Þeir ná byggja, þeir eru bara að labba inn. Þetta er 3K network lead. Þetta er mikið XP, eða ekki? Getur við tjekkað á experience difference? Eða bara levelum? Já. Sorry, ég er svolítið nýr í þessu, sko. Já, bara sama hér. Þetta er... Máisla er level 7. Endakallinn level 9, Vingimyndur level 8 og Brummi level 8. Þetta er ekki alveg, gameplanið er ekki alveg virkað með ennþá. Nei. En það er ennþá rými. Það er ennþá rými. Brummi bara byrjar að farma. Þetta Pugnapick er svo gott til þess að líka bara pusha tilbaka. Það getur verið bara neðurblasta típuðin. Þetta er... Já, Roddin. Já, Roddin, auðvitað. Hvað er ég eins og spá? Við erum alltaf bara með eitthvað tönnulið sem þegar við erum að lýsa leiktum. Ég verð að borða eitthvað, sko. Já, sama hér. Við fáum okkur að borða þegar hann leik. Pizza. Pizza, brauðstangir, hambúrgari. Ég held þessi pítsupása in-game. Herru, það er allt að gerast. Vingimyndur deyr, Brummi deyr. Máisla, endakallinn í djúpum skít. Hann er samt að sökka hérna. Úff, vel gert. Hann nærir sér aftur tilbaka, þeir þurfa að snúa við. Og hann er svo slóðar að hann getur... Já, Orchid tekur hann niður, eða ekki? Þetta er teamwipe. Hann ræðir hann típið hún. Nei. Ekki Orchid. Það er spenna. Það heyrist í Máisinu, það hlakkar í honum enn eina skiptið. Jæja. Og þetta er demoralizing. Demoralizing. Menn þurfa með sterkt bein í nefnu hérna til að, þú veist. Og trollinn, hann farmar bara. Hann farmar. Hann er kominn, hann er á hraðri leið að fá Battlefield sitt. 11 mínútur komnar og þrátt verið ekkert eitthvað, jú, hann var alveg með fína byrjun. En það er lítið að stoppa. Hann bara kann að spila upp á þessi levels og spila, sko. Honum er skrýt saman með þessi creeps og hann getur bara að fara að farma þessu support hjá hinu leiðinni. Það er bara þannig. Þetta líka bara að geta last hittað með missile flare level 2. Var þetta cancelaðan animationinu? Hvað var það? Hann er eitthvað svona að tísa. Hann er orðinn helvíti... Hann er að færa sig upp á skafti, sko. Já, ég sá það. Það er allir bara slagir. Máisla valda usla hér. Já, kannski... Hann er kominn behind enemy lines. Já, hittir ekki. Hann er ekki að connecta og hann er dauður. Já, það en hann er að poppa veil, endakallinn. Aðeins of... Komið double damage. Hún er langar að gera eitthvað, en hann veit að bara 4 á móti honum, hann... En veil rush á Clockwork, þú ert með Pugna í liðinu, það er ekki gott stöð fyrir það er ekki gott. Dubious ætlar að fara í late mail. Bara early stats og gott á móti Pugna til dæmis. Það er ekki að vera bara þessi matur. 8-0-4, 6-2-6 á Pugna og Clock. Tekkum að þessu. Ég held að það sé líka bara alltaf sniðugt þegar þú ert svona langt undan að ekki
prófa því bara út. Nei. En stundum, maður gerir það samt oft ekki, stundum er maður bara, já, ég ætla að halda áfram. Svona, heldur áfram að betta. Þeir eru að reyna að finna Brumma, þeir ná honum. Finna Brumma, en hann getur bara típið út, Ingimundur er mættur á svæði. Það er no life damage, drain, það er allt of mikið damage. Komið í level 2 life drain, það er erfitt að standa gegn því. Íslensk klukkan að koma einn stakk, Ínu og góð með sig. Það er ein leið til þess að horfa á það, það er algjörlega góð skoðun. Blokkir er búin að finna Darkseer. Úff, þessi Þetta er bara aðeins og gott þannig, þetta kombo. Þú veist, þeir eru ekkert að fara neitt inn í Cox, Pugna getur bara að sökka eins og hann vill. Nákvæmlega. Dubious með 400 HP, með full stick, poppastick, Spectre Dagger, reynir að djúka. Nei! En ok, allt í góðu. Það skiptir engu máli, hann er dáinn. Já. Byggir með flott Fínt ulti. Ragga. Hann náðir, hann getur bara hoppa út eftir smá stund. En Danni er sætur, hann deyr. Fuglinn er mætt, Jakir er dáinn. Darkseer fyrir aftan, ekki búinn að skila ulti. Hann er bara useless hérna. Þetta er slæmt trade. 2 supportar fyrir, já, Einnig viðbót. nefnilega 3 á móti 2 og fara meðal core. Minn maður á fuglunum. Þú ert stoltur, eða ekki? Ég er stoltur af hann, andjóks. Ég vil sjá hann ná langt og Ég skil það, sko. hann er stimplað síðan inn. Þeir eru á hraðferð, Hann er komið með boots og travel. Já, þeir ætla bara að hlaupa. Það er bara beint í Lengjarinn, Darkseer, hann Sia. er í svo slæmri stöðu, það er bara... Vá. Þetta er bara 14 mínútur inn í leikinn og hann er með 13 kills, það er næstu kill á mínútu. Þannig að hann er svengdinn að segja til sín, sko. Það er komin Dagon líka, það er pínu grín í þessu, sko. Þeir geta steamrolla yfir þannig leik. Þessi leikur hérna, hann er búinn eftir 10 mínútur. Jakiro, tekinn. Þessi leikur er búinn eftir 10 mínútur. Það er Brummi, hann heldur sér hana. Ef 10 mínútur. Þetta er hræðilega. Það gengur ekkert upp hjá okkar mönnum. Þetta er góð nýting á Queen of Pain. Nota bara ultið bara fyrir pick-off. Vá. Jæja, það er verið að blokka hann. Raggi fellur út af rosalega triumf blokki. Það er verið... Er mikil innig fyrir þessum tippum hjá þessum drengjum? Ég myndi vilja... Nei, ég myndi ekki segja það, en á saman tíma hann má eiga það. Það er ekki network komið í gang. Ég gleymi alltaf að setja þetta á þegar þetta er búið, sko. Og komum tilbaka, bæði liðin. Það er best að vera bara á klóknum, sko. Ég held að Axoni sé bara það sem hann er, sko. Ég held að það sé rétt. En getur þú kíkt aðeins á Spectre og sjá Anna, til dæmis? 1, 2 og vera með blink. Já, þetta er það sem ég fíla svo mikið við Moisluna á Íslandsklukkunni, sko, að hann ákveður bara þetta í staðan fyrir að fara í fórstaf. Þetta er geggjað, sko. Ég fíla, hann er ekkert að fara í eitthvað traditional. Jakiro dróðurna. Bara til að rúkka egoinu hans Moislu eins og meira. Jöp. Treantinir blokka Kogan. Nei, hann að assaultið, battery assaultið. Já, damn. Next level play for sure, sko. Moisla er í mólum. Það er eitthvað að gera svona. Er þetta hann sem er öskrað? Yes. Það er fylgist með honum. Við erum alltaf smá delay á streaminu. En þetta er alltaf að gerast í rundtíma, hvað hann er. Ég veit ekki. Það er 38 views. 38, það vantar 4 viðbútt, 5 viðbútt. Til þess að ná okkar markmiði hér. Það fáur 35 views á Dota streamið. Og það er svo auðvelt að ná því. Það er svo auðvelt. Það er verið að króa af högnuna en það skiptir engu máli. Liðsfélagarnir eru mættir, þeir að defenda. Er Pugna að fara að deyja í þessum leik? Hann er með 17 kills, level 16, hann er 5 levelum að undan Nate's Profit. Hvernig heldur þú móralnum uppi í liðinu þegar þú ert bara eitthvað svona... Sko, þeir verður bara að halda sig við pushið, bara pusha, alltaf að halda þessum creepum frá turnunum sínum. Og þá
Það er það sem myndi hjálpa mér. Með level 2 Dagon, Eðalens, nei, Amskotin maður, sorry. Ég takk út Spectre, þetta er stórt. Hvernig er staðan á Spectre? Hvaða items er hann komið með? Hann er að ná í Blade Mail. Hann er held ég komið nóg fyrir, það er búið að lækka. Já, ég held að breytingu, nei, þetta kostar alveg 2500. Hvað er þetta? Nei, 2050. Já, hann er komið með þetta. Með þetta. Trollin... Trollin er rosalega mikið undan. Battle fyrir Yasha. Er þetta ekki Gjópugna? Jú, þetta er Gjópugna. Sem er hvað? Gummi Jó, Gummi Jó, a.k.a. Endakallinn. Endakallinn. Hann er algjör endakall í þessu, Biggs fellur, Þetta er náttúrulega bara Clock Snapfire. Herru, Brimi mætir inn. Gunnubegin öskrar á hann. Hann nær út. Jú, hann nær með Orchideg. Nei, hann nær hjút. Sonny boy. Úff. Snapfire. Clockin er hérna tilbúin, getur ekkert gert. Hann er með húk sko, hann langar að fara í þetta. Og við fellur Queen of Pain. Nei, Queen of Pain lifir af. Með, hvað, 0 í lífi nánast. Hann langar í fucking Brumma sko. Tjekka á þessu, hann er með svo mikið hérna, veil, hann er með blink. Hann getur ekki gert það, hann verður að koma sér út sko. En mér finnst gott hvað hann er bara. Hann er með drull. Hann er með algjörlega drull saman. Þeir ná bygga. Byggstöður. Þeir voru aðeins og fljótir að koma sér tilbaka. Núna nær Brumma. Shit, þetta hefði verið klikkað. Þetta hefði verið klikkað, það var góð... Já, góð tilraun. Þetta var rosalega tilraun. Shit. Ég hefði mist saur. Svo mikið, sko. Ég hefði mist saur. Úff. Oh my god. Butt clench típi, eitthvað svona, nærði ekki og puglarnar bara... Hann er líka komið level 3. Level 3 Dagon. Level 3 Hann ætla bara að rössa level 5 Dagon hérna. Level 4. Og þessi gaur hérna, það verður ekki gaman að díla við hann. Hann er að fara í Status Resistance build. Hann er level 17. Er hann búinn að púla ulti einhvern tímann í þessu leik? Það þurfið þessu ekkert. Ég held að hann þurfið þessu. Þetta er rétt hjá þér. Úff, það er vont að hafa Fylgjast hann. með... Þeir eru búin að vera stöðugt 4 og Troll er bara búin að vera farmandi nánast allan lengjum. Ég held ég kaupi mér sko einkatíma hjá honum Moisa fyrir þessari klukku. Þú elskar klukkuna? Ég elskar að spila klokkverk sko. Ég hef bara aldrei pælt í þessu. Það er bara einmitt... Það fari veil og svo hann fari bling. Það meikar svo mikið sens en einmitt eitthvað sem er eitthvað svona nei, maður á bara að spila með Forstaff og Blade Mail og... Ég fyrir Power Dress, Double Bracer og Blade Mail og þú veist, eitthvað svona dæmi. Og reyni að tanka mig upp en hann er bara spilað allt öðruvísi. Hann er að setja upp fyrir Snapper, hann er að setja upp fyrir Pugnu. Algjörlega að reyna að finna Brumma er að beita hookshot. Hann er bara að tanka turnin, hvað? Get back! Þetta er rosalega. Brummi level 13, komið Forstaff, Darkseer. Ég veit ekki meir. Ég veit ekki heldur. Ég veit ekki hvernig ég á að sitja sko. Ég er spenntur fyrir þessum leik sko. Við erum ekki að fá hérna Monty baki sko. Já, heldur betur. Held að við þurfum þess að færa þetta sem nær hérna. Gerum við græmum þetta eftir leikinn. Við höfum tíma á eftir. Algjörlega. Og við tökum síðan ágætis pásu, matapásu. Við erum að fóðra þessa keppendur og okkur sjálfa. Hann er komið Blade Mail náttúrulega. Clockin. Easy does it. En bítu. Jæja. Nei. Clockin fellur ekki eða hvað? Nei, hvað? Hann dör. Húka sig. Herru, Brummi er þetta. Boss 5, Queen of Pain. Já, eitthvað þannig kominn. að viðsannst í honum. Spectre, nær að komast í burtu. Nei. Ranger með gott. Born, Shadow Strike á Dubious. Þeir vilja ná honum samt, þeir munu ná honum. Pugna er kominn og Scatterblast með Decryptify er bara sterkt. Það er bara... Það er verið að, já, það er aðeins verið að rúliði núna. Meðan er Troll að pusha topp og þú veist, hvað... Þetta var sko... einmitt, hvernig á maður að... Man verður alltaf bara að vonast til þess að þau gera einhverju rísa mistök, sko. Og... Það er ekki damage í þessu Radiant hliði.
það er alveg góð pæling sko, ég er sammála. Þeir eru rosa item dependent, skilur við, og ef þú spila 90% mitt, þá viltu, þú veist, steamrolla svolítið svona, þú vilt bara farma miklu hraðar, þú færð þessi levels hraðar, þú ert út allt á mappinu, þú ert constant threat. Með þetta ulti, Þeir finna klokkverk. þeir reyna bara í klokkin, ég held að klokkin sé frá að drepa eitthvað bara. Já, Högna kemur. Bíti, hann er það reyna að fer tilbaka, beint á klokk, reyndar hann á típi? Já, hann reyndar típi. Herru, Bruminn er að sleppa frá live-draininu en það er of mikið fyrir hann. Og batterið er svolítið cancela típíinu og tekur þar af leiðandi lífið hans. Bannaklokk. Bannaklokk. Þetta voru mistök. Solo Aegis, Solo Rose á Troll Warlord, Ingimundur, hann veit nákvæmlega hvað hann er að gera. Bara svo slakur. Easy life. 2-1-2. Já. Ég held að hann verði bara með minnsta hero damage í þessum leik, sko. Og meðan er bara Pugna, bara soga inn í sig allt networkið frá öllum killunum, bara frábært, þeir eru ásamt jafnir. hérna á klokkverk. Nákvæmlega. Og þeir eru bara fastir hægir náttúrulega. 24k network, 23 myndir í, það er rosalegt. Spectre Top getur hontað sig innan með ulti. Með tæplega 1000 í bankanum fyrir Yasha. Nær inn og nær Darkseer. Hann er búinn að kokka hann er með battery shotgundi í Quailify, hann sko... Jú, hann sleppur, en nei. Ingimundur alveg saman með tower damage-ið, lætur bara Aegis að falla. Nei, hann ultar með þetta. Hann er að ná, og hann tekur hann. Jesus sagði bara, já, það skiptir engum máli, það er enginn til að refsa honum hann. Projectile speedið var ekki eins og að ná upp við það sem hann var að kasta út sko, þannig að bara... Já, auðvitað. Hvaða ulti er þetta? Þeir reyna að ná pumpinu? Hún deyr. Hún deyr. Brumi, nær að fórsta fyrir þessi high ground. Ég með þessu Moisla. Vistanlega Brumi dauður. Já, Troll Warlord nettar hann. Hann er ennþá með húk. Húkar á trollin, blinkar. Þau beint á Spectre. En þetta er fullt djúpt hjá þeim. Þeir eru að fara að þróa hérna aðeins. Þeir tóku einn turn, þeir verða að ná þeim einhverjum. Þeir verða að ná einhverjum. Nei, látt ekki svona. Hann deyr. Daniel. Nei, Ingimundur er einn eftir. Hann er ennþá með Aegis sko. Hann er ekki með ulti samt. Já. Hann er með lifesteal. Það er stutt í ulti hans og hann er með full save 10. Þetta er erfitt að standa í þessu sko. Hvað eiga þeir að gera? Jæja. Snapfire fellur. Snapfire deyr. Brumi Moise er að taka Brumma út, síðan er einhvern sem horfa á það. Ingimundur, hann er bara að labba í burtu. Þú get ekki gert neitt. Nei. Og síðan bara er Ingimundur að farma á með hann. Hann er þetta búinn að vera hann í miðinni heil lengi sko. Ok. Hann er með netið. Bara... Jæja. Herri, nau. Þarna aðeins svo stór biti fyrir Moisla. Klokk er dáinn. Spec. Reynir. Hann ultar Spectre dáinn. Litz er dáinn. En Ingimundur er einn eftir. Á mótið Darkseer. Lúsar getur gert eitthvað mótið með. Högna er base. Högna er bara chillandi base. Hann er að koma. Hann dó á hann ekki? Jú. Hann var tekinn hlaðið í byrjunum á Ég held að þetta sé búið sko. Það er að tippa Ingimund. Liðspilararnir eru sáttir með þeirra dreng. Þannig kemur vekkurinn. Það er búið að kolla þetta er búið. Þetta er búið. Jæja. GG. GG, go next. Jæja, þriði leikur. Já. Bláliðið. Ég var, þið ná í klukkuna. Þið farinn? Ætlar ekki að vera með í næsta? Nei, Jæja. Hexor. Sigur. Kominn. Staðan 2-1. 2-1, ég náði í klukkuna. Náði í klukkuna. Við erum aðeins að rýna í þetta bild sko. Yes. Einhver leikur. Skoðum skorbaldi hérna aðeins. 20.000 networth á Troll Warlord. 17.000 á Pugnunni sem dó einu sinni. Ingimundur dó einu sinni. Og þeir komu tilbaka hérna með látum. Það var ekki séns. Við erum að bíða eftir Moisa ætla að fá henni smá viðtal. Við fekk þarna kemur hann. You know what time it is? It's a Moisla time. Moisla time. Herru, ég var ekki búinn að taka eftir þessu blinki sem hún keypti þér.
En ég sé núna, ég sé klokkverki allt úr ljósi eftir hann leik. Já. En þú varst líka bara með eitthvað klikkunum fyrir aftan, þú veist með púkluna sem er að sökka menn hérna alveg þurra sko og svo ertu með Snapfire. Það var ekki bara drullu gaman? Mér finnst svo leiðilegt fyrir hönd sem við vorum að spila á móti og þetta var depressing hvað þetta var mikið bara einhver svona OG kiss. Kom einhver veggur í svona leik til dæmis? Kom einhver veggur í svona leik? Nei, það var ekki mikið impact sko. Þú veist þetta var þannig sko, við vorum ekki mikið að pæla í mikið þegar við vorum að pikka, við vorum mikið bara svona, þú veist, comfort pick og vorum svona að reyna að henda þessu allavega einhvern veginn flexible sko. Svo ákveðum bara þú veist, þeir eru með 3 int-hitjur, það er annarkvort Nix eða Pugna sem er geggjað hérna. Og bara Pugna-pickið stendur sig ógeðslega vel á móti Nature's Prophet og svo var það yfir þennan leik, það var, þú veist, þið voru alltaf í sammenningu, bara áttu þetta. Já, ég misti mig smá í mýminu sko, ég var alveg kominn bara... Ég vil sjá þetta sko, ég vil sjá menn sér hérna kast út sandinum hann á það sko. Og svolítið að cancela með sinni, það var gaman að fylgjast með. Já, maður líka, þú veist, þegar þú komið með blink, þá varst svo ógeðslega mobile. Við horfum á graf hérna, hvað er að gerast hér? Þeir voru aldrei að vinna sko. Nei, ég tók nálega eftir því sko. Þannig að graf er eitthvað broken sko. 14-15. Það er blink á þér hérna og síðan eru þið rauninu bara rúlið við þá? Sko, bara, ég veit það ekki. Bara, mér finnst geggjað Quop-pick með þessu klokki, þú veist, bara magical damage, Pugna og svo voru við Pugna náttúrulega. Veilið náttúrulega, þú veist, ennþá betra eftir að það var buffað, þú veist. Ég fekk það á 10. mínútu, þú veist, og svo leið og sást, þá bara, ég fæ level 6 og ég var svo heppinn að ég fekk fínt farm, fekk level 6, ég var bara farinn. Já. Og ég var bara farinn með rotate og drepa. Það var einhverjum perfekt klokkleikur. Já. Það var eitthvað logmolla sko, ég vissi ekki hvað ég ætti að vera að observa, þá fór ég bara þig og þið voru að búið til þessi place. Alltaf eitthvað sko. En Yngvi vann þennan leik klálega fyrir okkur sko. Yngvi? Já, þetta er náttúrulega bara, þú veist, easy leikur fyrir hann. Já. Það var bara einu menn að farma og þau þurftu ekkert á hann að halda sko. Nei, ég hef ekki séð að frían leik sko. Það var bara líka, þú veist. Þetta er náttúrulega bara þið tveir hérna, eru þau svolítið, en 12.500 building damage. Já. Það er ágætt sko. En þetta Nature's Prophet pick ekki alveg skilja sér. Nei, ég bjóst við. Spectre fekk bara ekki tíma skilja við. Nei. Líka, þetta er svo mikið dynamic line-up að þú verður að reacta og þú veist, ástæðan fyrir því eða fyrir Blink, þú veist, Blink er geggjað item á klokk, 100%, en til þess að koma, hver er pælingin bak við þetta? Málið er að þú veist, með Blink, þú ert svo fánulega mobile og þú þarft ekki að nissi þetta með hookinum þegar þú ert með Blink og þú veist, sérstaklega mótið, þú veist, Jakiro og Litz og jafnvel hérna Darcy. Ég blinka bara on á hann, kogga og byrja bara að Ég sá það kom mér óvart, ég var ekki alveg. Svo var eitt moment þannig að sem að Pugnan var að gefa þig líf og það var svo geggjað. Þetta var svo tært sko. Og það hefði verið sick að sjá þig lifa þetta af sko. Ég held ég hefði kólað þetta bara strax ef ég hefði verið að spila mótið þér og þú hefði lifað þetta af. Það hefði bara kólað þetta. Þetta var depressing sko, en þetta var ógeðslega gaman, þú veist, mjög one-sided leikur en Þeir eru að fara að banna klokk í næsta leik. 100%. En þetta er búið að vera þannig fyrsti leikurinn, þá var þetta pínu, hvernig var þetta þá? Þið unnu leikinn, þú varst að spila Pango og þetta er búið að vera svona kontrast, ef við horfum á þessa leiki, vegna þess að í leikum með 2 þá kemur Flying með Tide, þú með Phoenix og hann á öll þessi plays og egginn þínum voru ekki alveg að skila sér. Og svo næsta leik þá færð þú klokkverkinn, hann spila Darkseer, hann er algjörlega useless í þessu leik og þú rúlar yfir. Og það er spennandi að sjá næsta leik hvort það náu að svara þessu eða hvort það sé bara að fara að klára þetta. Pilsner móts meistarar, við sjáum til. Eru menn að fara strax í drafta? Veit það ekki. Það er kannski pæling á einhverju matapásu en við verðum bara að tjekka á stöðunni. En ég vonaði bara ekki klokkinn, þetta er náttúrulega ekki hetja en Ég vil sjá 5. leik sko, þannig að ég held að ég banna til. Við sjáum til. Herru, takk fyrir þetta. Bara takk fyrir þetta og við tökum hérna örstuttu pásu á meðan að við ákveðum hvað við gerum í kjölfarið. Súper. Takk fyrir.